Þið sem hafið hort á þættina okkar hafið eflaust séð og heyrt okkur senda hvatningu út til áhorfenda að senda okkur ábendingar skemmtilegt efni og viðmælendur í þáttinn. Við fengum eina slíka nýlega og hún var Pálmar Örn Guðmundsson, magnaðan Grindvíking sem menntaður íþróttafræðingur en hefur síðustu 2 árin fengist við tónlistarsköpun og flutning, sinnt málaralist, kennt kúbverskan salsadans og þjálfað yngstu knattspyrnumenn Grindavíkur. Þeir gerast eflaust ekki mikið fjölhæfari en þetta. Pálmar ákvað að semja og flytja 1 lag á viku í 40 vikur þar til hann verður fertugur og í heimsókn okkar tók hann 1 lag fyrir okkur þar sem hann syngur það að eldast. Við byrjum á því lagi. Árin þau líða svo hrikalega hratt og yngri verður maður ekki, það víst satt. Gráu hárum fjölgar, eitt og eitt, ég myndi svo mikið vilja geta því breytt. Rökum hefur fjölgað við augu og nef, tíðari þvæla og trufla mig þegar ég sef. Sexpakkið orðið, mjúkt eins og leir og konan hún fór frá mér, hún þoldi ekki meir. En viskið mitt gott og ég get líka dansað. Viskið mitt gott og ég get líka dansað. Pálmar, árin færast yfir, syngurðu og hvað ertu farin að telja árin og gráu hárin? Sé nú ekki mörg grá hár. Nei, mér finnst ég að líta mjög vel út svona með aldur, en ég samt að verða, já, yngri verður maður ekki, þannig að ég að verða 40 á næsta ári og á því tilefni þá ákvað ég að taka upp 1 lag og setja á Spotify. Já, í hverju viku? Já. 1 lag á viku? Eitt lag á viku í 40 vikur. Já. Þannig að, og svo svona vonandi get ég haldið tónleika í lokin. Já. Það svona draumurinn. Hvað langt síðan byrjar að semja og syngja? Já, það og spila? Já, það eiginlega, sko ég byrjaði svona að semja, byrjaði að læra á gítar svona 12-13 ára og svo svona, þegar ég var svona 14-15 ára þá byrjaði maður svona að nóða saman einhverja texta, sko. Ég myndi ekki segja að ég var eitthvað svaka textahöfundur en ég held ég alveg hnoðað í ágætis texta, sko. Þannig að, já. Og hefurðu verið að koma fram hér og þar? Já, ég sem sagt... Þetta partígaur? Já, ég sem sagt einmitt að spila sem svona partítrúbador. Þá að mæta í svona afmæli og vinnustaðpartí og gæsanir, brúðkaup og alls konar svona. Kem þá með þessi lög bara, ekki lögin mín samt, en bara lög sem að fólk þekkir og reyna að fá fólk til að syngja með og jafnvel dansa og... En þú komst ungur til Grindavíkur og ert búinn að mennta þig sem íþróttafræðingur en við fengum mjög góða ábendingu frá miklum íþróttaspekulant sem að þjálfa í Keflavík og hann sagði mér að þú værir alveg ótrúlegu gaur, þú gerðir svo svakalega mikið og ég búinn að aðeins að heyri þér og hlera það og þú ert að koma gríðarlega víða við en lærður íþróttafræðingur og akkur ertu út í að kenna leikfimi? Já, ég sést, eins og þú sagði, ég sko, náttúrulega alinn upp í Grindavík og fer síðan svona að mennta mig í skóla annað og svo þegar ég kem tilbaka þá vantar ekki íþróttakennara, sko. Og ég enda í bara almennri kennslu og svona, og var í því alveg í 10-12 ára eða eitthvað. En svo ákvað ég mitt að segja það gott og einbeita mér aðeins að þessu, sko. Listinni og gítarnum og... Já. Þannig að íþróttafræðingurinn myndlistarmaður. Já. Og þú ert að gera eitthvað fleira, þú ert í dansi líka. Já, ég að kenna ég að kenna salsadans í bænum, Reykjavík. Og já, ég sést fyrir nokkrum árum síðan, þá fór ég til Kúbu og var þar einn í 10 vikur
og þvældist eigina og Hvað varst í ástarsorg eða? Nei, ég var að finna sjálf á mig. Nei, það var alls ekki. Ég fann bara svona, það voru svona ákveðin tímamót og ég fann bara svona, ég þurfti að breyta eitthvað til. Og það er nú einn sagan, sko, ég hitti vin minni mitt hann og var eitthvað að ræða við hann og hann hafði farið til Kúbu en svo á hann konu og börn og eitthvað svona og hann var eitthvað að tala, ég langaði að fara aftur til Kúbu, maður. En, ja, maður getur ekki. En svo sendi hann að segja, þú getur farið. Og ég bara, já, ég get farið. Það er ekkert sem stoppar. Og þannig að ég bara ákveði að hætta að kenna og allt og skellti mig til Kúbu. Og lærðirðu það salsadansa eða? Nei, ég svona lærði grunnskriðið þarna. Það er svona, ég var þarna að ferðast og það er alltaf svona allstaðar svona salsadans. Og ég kynnist þið þar. En mér var svo leiðilegt að ég kynni ekki að dansa og svo var eitt skipti sem að ég var á leiðinni á okkar nýjan stað og kynnist þessari gullfallegu stúlku í rútunni. Og við tengjum vel saman og förum að skipuleggja einhverjar ferðir og eitthvað svona og svo förum við út kvöldið og ég veit ekki svo sem hvernig hún tók þessa tengingu en allavega var ég svona, þú veist. Og svo förum við á þetta salsa-kvöld þarna og svona til að gera langa sögu stutt og þá hverfur hún út í myrkrið með einhverjum salsa-dúta þarna. Og ég hugsaði bara, þetta mun ekki gerast aftur. Nú skal ég læra salsa. Nú skal ég læra salsa. Mistur af hérna, þú varst ekki salsakvör. Já, nákvæmlega. En aðeins aftur til Grindavíkur. Þú, íþróttafræðingurinn ert náttúrulega búinn að vera að gera eitthvað. Ertu búinn að vera að spila fyrir Grindvíkinga eitthvað? Já, sko, nei, í rauninni, sko, hef ég ekki. Lítið, á heimaslóðum? Já. En þú ert að fara að halda tónleika hérna? Já, ég segi alltaf að það getur ofta verið líka svolítið erfitt að vera kóngur í sínu eigin ríki, sko. Þannig að, og líka sérstaklega búinn að vinna svo mikið með börn og svona og þá er svolítið svona skrítið að vera svolítið komin í, maður að segja við fóreldra, já, svo svolítið komin á... Kom á tónleika hann líka? Já. Þannig að það getur verið svona pínu skrítið, sko, en já, þannig að þekkja mann allir og eitthvað neginn. En já, ég er rosalega bara mikið á Reykjavíkursvæðinu og svona. Já, en þú ætlar að spila eitthvað núna á fjörugum föstudegi í Grindavík? Já, ég er semst á fjörugum föstudegi Fish House, verð þar og þar er opið fyrir alla. Oftast, það er ekkert oft þannig sko, oftast er ég nú að spila ykkur svona lokuðum partíum, einkasamkvæmum, en það er allir velkomnir á Fish House og ég er svona vonast til að geta gert svona bara létta söngstemningu. Það er svona það sem ég finnst skemmtilegast sko. Fólk er ekki komið til að hlusta á mig sko, heldur syngja með mér. Þessi íþróttavinur okkar úr Keflavík sagði okkur að þú hefði náð skemmtilegum árangri hérna með bara mjög unga knattspyrnumenn. Svo, veist, þarna erum við komin aftur út í íþróttirnar. Þú hefur verið að þjálfa unga fótboltamenn. Já, ég svo sem, þó ég sagði að ég hefði hægt að kenna og svona, en þá hef ég verið að þjálfa alltaf og hef verið að þjálfa mörg ár sko. Og mér finnst einmitt svolítið skemmtilegt að þjálfa þessa yngstu og því þar er náttúrulega grunnurinn sko. Þú gerir ekkert góðan knattspyrnumann bara ef grunnurinn ekki er góður þegar hann er komin upp í annan flokk og þú ætlar að fara að gera eitthvað þar. Þú þarft að byrja þarna með minnstu og vinna með grunninn og þá er hægt að gera ýmislegt seinna. Hvað ertu með marga krakka? Ég er núna með, sko, ég er með 7. og 7. flokk drengi og þar eru í heildina svona 70 strákar sko. Það er rosa mikið. Já, það er alveg... Sérðu eitthvað smára þarna? Já, þeir eru þarna. Allan er margir sem vilja vera það og jú, það er bara fullt af efnilegum strákum sko. Og svona spennandi að fylgjast, ég er nú búinn að gera það í nokkur ár, þannig að maður svona sér það aðeins fyrir ofan líka þegar þeir eru gaman að, það er svona skemmtilegt við þjálfunina að sjá þetta vaxa síðan líka eftir að maður er hættur sko með þá, svo halda þeir bara áfram og blómstra. En multitaskarinn, íþróttafræðingurinn, sem ég nú búinn að segja nokkru sinnum í þessu spjalli, hann er myndlistarmaður líka. Já. Hvernig ósköpunum fer það að þessu öllu saman? Ég bara, veit það ekki. Lærðurðu myndlist líka, eða er það í blóðinu? Það er svona... Kom það bara? Já, það var svolítið þannig að ég var svona típisku krakki sem var alltaf að teikna og lita og
svo bara, en ég sá svona enga framtíð í því, komandi hérna af sjómönnum og eitthvað, að hérna, þetta var eitthvað sem maður geti unnið við, sko. En svo fyrir nokkrum árum síðan, þá svona fór ég að byrja aðeins í þessu og hérna málaði mynd og setti á Facebook sem var svona frekar nýlegt, þetta var svona 2009 og fékk svona einhver like og einhver komment, segja svona í gríni, ég fekk alveg 5 komment, sko. Ég átti reynda 2 af þeim, en mér fannst það mjög hvetjandi samt sem áður. Og hérna, en þar sá maður svona, ok, ég get málað og svo get ég komið með framfæri á þarna og það var svona svolítið hvetjandi, sko. Svo það tækifærin, sko. Já. Og ertu búinn að ná einhverjum árangri? Ertu að selja? Er fólk að kaupa þig myndir? Já, ég er alveg að selja og hérna, ég myndi samt ekki segja að ég geti svona eitthvað lifað á því, en það svona með, ég er að þjálfa og spila gítarinn og svo er þetta svona með. Sér svona eina mynd, sko. Já. Og hérna, já. Og hvar sækirðu hugmyndir í myndlist og tónlist? Er það í umhverfinu? Hvernig er að fara út og hérna ég er náttúrulega mála? Það umhverfið að þú færðu, hvað segir maður, upplifir Suðurnesin, Reykjanesið sem myndefni? Já, algjörlega og ég segi alveg, sko, að hérna, Reykjanesið sé bara falin perla, sko. Og hérna, það er bara, við föttum oft ekki alveg hvað er mikil fegurð kannski, því að þetta er kannski ekkert, úfið og svona, en það er samt einhver fegurð í þessu, sko, og þetta er eitthvað sérstakt og svo eins og þetta, nú hálfnað verk, sko, ég er búinn hérna aðeins hérna og á hérna eftir og eitthvað fín púss, sko, en það er bara eitthvað svona fegurð í svona hrauninu og sérstaklega hérna, þetta er svo úfið og, þú veist. Þetta er mjög ítarlegt hjá þér, sko. Þetta er, þegar maður aðeins frá þessu þá heldur maður jafnvel að þetta sé ljósmynd. Er þetta, hvernig er þessu? Já, það er náttúrulega, ég notar rosa mikið símann, sko. Og eins og þetta til dæmis, ég var bara að labba, ég geng svolítið mikið Reykjanesið, svona áhugamar fjallgöngu og svona og ég var bara að ganga, sko, og sé þessa skemmtilega svona þessa hrúu og þessa plöntu hrúu eins og það og hérna, og tek bara mynd á símann og svo í rauninni vinn ég út frá því, sko. En það er ekki samt markmið mitt endilega að mála eins og ljósmynd, sko. Ég segi alltaf, veist, ef þú ætlar að mála eins og ljósmynd, veist, af hverju þú ekki bara með ljósmynd? En við hrífum samt svolítið af þessum faktori samt, sko. Þannig að, veist, ég segi alltaf, ég reyna að gera það svona flottara en ljósmynd, sko. Þetta er olíuverk? Þetta er akríl. Akríl, já. Ég er svona, ég byrjaði þar og ég átt svolítið erfiðleikum með að svissa yfir í olíuna, sko. En maður sér það svona, þetta er ákveðin stemning í myndunum og eins og þessi mynd þarna frá, sem þú sagði mér áðan að væri frá úr heimsókninni til Kúbu. Já. Þarna var ég bara að labba heim eftir að stelpan hafði hérna, nei, tjókt. Satt með sér, náðu sér hérna. Nei, hérna, já, þetta er hérna, já, frá Kúbu og mér langaði svolítið að fanga líka svona stemninguna, veist, þannig að þú sér þessa mynd þá svona, sérðu svolítið Kúbu, sko, og það er náttúrulega þessi gömlu bílar hérna og þessi hús sem eru svolítið, þessi spænsku hérna, nýlendu hús og svo auðvitað, ég veit ekki hvort það sjáist, vírarnir hérna, ljósin, þetta er svolítið svona, og svo auðvitað hérna svona, húsin eru farin að verða svolítið léleg, sko, vantar viðhald og annað. Þannig að, og svo er mikið af hundum og köttum út á götum, þannig að þetta er svona fullt af... Og gamli bílar. Já, gamli bílar. Já, gamli ameríski bílar. Já, það er magnað, þú veist, maður heldur kannski að þetta sé svolítið svona eitthvað að vera að auglýsa fyrir túristan, sko. En þetta er bara svona, það er bara... Keyra bara gamla bílar. Já, maður stendur hérna á gatnamótum og það er bara eins og sért á einhverju fórbílasýningu, sko. En aðeins aftur á myndlistinni og tengingunum við, ég er búinn að komast að einu viðbótum og það þú sett koni í skógræktarfélagi. Er það, eins og maður spyrir í rauninni bara hvar ertu ekki? Ertu að, hefur áhuga á því líka? Já, ég semst er formaður skógræktarfélags Grindavíkur. Og hérna, og við erum að vinna, náttúrulega Selskóg okkar svona aðal, svona lundur svæði og hérna, en svo erum við hérna aðeins fyrir ofan Grindavík líka og
Mér finnst það mjög áhugavert, sko. Þú sjá fleiri tré eða fleiri plöntur eða Já, ég myndi blanda þessu inn í hraunið? Já, það samt góður punktur svona, þó ég sé áhugasamur trjárækt og annað, sko, þá ekkert endilega að það þurfi að vera skógur alls staðar eða eitthvað svo. En klárlega á ákveðnum stöðum, sko. En við eigum auðvitað að passa upp á hraunið og að það njóti sín og svona, mér finnst við ekki að fara svona eyðileggja það að einhverju, þú veist, ekki nema þá kannski bara með einhverjum svona íslensku byrgi eða eitthvað svona, en já, leyfa því að bara halda sér og svo kannski ákveðnum stöðum. Það sem það á við, sko. En þú ert að semja tónlist, þú ert í myndlist, eru hugmyndirnar ekkert hérna niður á bryggju? Þetta er sjávarútvegsbær. Já. Þú veist það alveg? Já. Jú, ég heldur betur. Þú algjörlega pappinu sjómaður. Ég meina, ferðu ekkert niður á bryggju? Jú, ég hef málað einhverja myndir svona tengt því og mér langar svona, þetta er oft þannig, þú ert svona að spá alltaf í þessu, þá ertu alltaf með eitthvað svona hugmyndir og ég er alveg með svona, mér langar ótrúlega mikið að búa til svona einhverja svona flotta svona sjóarmyndir, þetta er alltaf hérna bakvið, ég er alltaf svona En textarnir, einhver sjóaratekstar? Svona gaman að fara með þau í partíin, slík lög? Jú, ég hef ekki samið mikið af þeim, sko, en algjörlega mér langar samt að, það er kannski líka bara, mér langar svolítið að ég samdi reyndar einn texta, eða ekki texta, bróðir minn samdi textan og ég samdi lag og svona vann út frá því fyrir áhöfn Kristrúnu R.E. Það var svona skemmtilegt verkefni, meira svona til gaman skert, en já, ég held að vera alveg gaman að gera einhverja svona sjórateksta, sko. Bræður mínir eru báðir á sjó og pabbi reyndar hættur á sjó, hann var náttúrulega alltaf æfa á sjó, þannig að það væri gaman að gera einhvern svona fallegan texta eða skemmtilegan texta þeim til heiðurs, sko. Þú ert á allt annari línu heldur en bræðinu og pabbi. Já, fólk spyr stundum hvaðan kemur þetta? Fólk spyr mér stundum hvort ég sé ættleitur, sko. Já. En Allt annars slóða. Það geti ekki allir verið eins. Nei, og en það er samt pínu skrítið að vera, koma úr sama hreiðri en vera svona allt öðruvísi, sko. Viskið mitt er gott og ég get líka dansað og veistu, ég þarf ekkert meir. Og veistu, ég þarf ekkert meir. Þú ert ánægður hérna í Grindavík? Já, mér finnst Grindavík frábær staður, sko. Mér finnst það er ekkert allt fullkomið en eins og frekar en annar staðar en við höfum ótrúlega margt gott og bara, þú veist, náttúran hérna. Ég geng rosalega mikið hérna og Þorbjörnin er náttúrulega að mínu mati alveg hlutlaust eitt skemmtilegasta útivistarsvæði landsins og þannig að, þú veist, og bara, já, þetta er, þó maður sé búinn að búa hérna alla ævi eiginlega í rauninni, þá er maður alltaf uppgöt eitthvað hérna í náttúrunni í kring, sko. Og maður hugsa sem, ég aldrei komið hérna, skilur, þú veist. Þannig ég sést þetta, sko, en bara skemmtilegt líka. Nákvæmlega, Grindavík er skemmtileg. Já. Heyrðu, takk fyrir spjallið. Já, takk sömuleiðis. Árin þau líða svo hrikalega hratt og yngri verður maður ekki, það er víst satt. Gráu hárum fjölgar, eitt og eitt. Ég myndi svo mikið vilja geta því breytt. Rökum hefur fjölgað við augu og nef. Tíðari þvæla og trufla mig þegar ég sef. Sexpakkið er orðið mjúkt eins og leir og konan hún fór frá mér, hún þoldi ekki meir. En viskið mitt er gott og ég get líka dansað. Viskið mitt er gott og ég get líka dansað. Viskið mitt er gott og ég get líka dansað. Og veistu, ég þarf ekkert meir. Mæti oft galvaskur á fótboltaæfingar, en stoppa oftast upp því ég meiðist alltaf þar. Ég sýni svo mikla snerpu og styrk í senn, því ég spila alltaf eins og ég gerði í den. Daginn komst ég á séns með
ungri snjót. Svo allt í einu varð hún stjörf eins og grjót. Hún kannaðist eitthvað við mig, svo fattaði hún hver ég var. Ég og mamma hennar vorum eitt sinn kærustu par. En viskið mitt gott og ég get líka dansað. Viskið mitt gott og ég get líka dansað. Viskið mitt gott og ég get líka dansað. Og veistu hvað það ekkert meir. Og þegar tilveran mér ekki í hag, þannig kannski dag eftir dag. Mín lífsins leið alls ekki greið. Þá fæ ég mér viski og dansa leið. Já, viskið mitt gott og ég get líka dansað. Viskið mitt gott og ég get líka dansað. Viskið mitt gott og ég get líka dansað. Og veistu, ég þarf ekkert meir. Já, viskið mitt gott og ég get líka dansað. Viskið mitt gott og ég get líka dansað. Viskið mitt gott og ég get líka dansað. Og veistu, ég þarf ekkert meir. Og veistu, ég þarf ekkert meir.